Já, ok. Glimti. Hvað? Ég keypti svona jólaseri. Ég ætlaði að skreita tréð. Warm white. Það sem ég kallaður. Heyrðu, ég er að gleyma. Hvað, Fjölnir er að gleyma. Sko, við erum náttúrulega byrjað að taka upp þáttinn. Fjölnir er búin að vera að skreita stúdíóið, þannig að fólk sem er að hlusta, þið vitið, við erum bara með jólalegt stúdíó akkurat núna. Sjáu allt skrauti sem ég... 2 derhúfur og kerti. Þvílík vinna. Þú maður svona alkoholisk frænka monta sig. Sjáðu hvað ég keypti hann. Buxur. Fallegt að heimilinu. Fallegt að heimilinu. Ég held sko að hún Katla. Mín elsku besta, dýrkana. Hún er best að leika sem fulla sko. Katla Margrét leikur svo fyndna fulla mannesku. Það er gali gott sko. Hún er einhvern veginn svona augun missa fókus og líka svona verður svona algjör svona bara óþólandi típa. Hvað er þetta? Já. Hún er svo góð í þessu. Það er eiginlega magnað. Það er ekki batteri í það. Jú, ekkert batteri í þessu. Keyptirðu batteri? Segðu sögu. Já, Það er þetta batteri. fyrir náttúrulega þetta batteri. Nei, ég sko, Katla Margrét er svo góð að leika fulla mannesku að ég læðist stundum fram í Ladda sýninguna bara til þess að sjá atriði þar sem hún er að leika sig fulla út af hún er bara það góð í því. Og það er svona sumi leikarar, eitt af skemmtilegasta við að starfa sem leikari það eru sumi leikarar sem eru með senur sem eru svo góðar að maður getur bara horta þér aftur og aftur og aftur og aftur. Það er mjög fallegt. Sólveig Arnars var með þannig senu í Ungfrú Ísland. Já, ég veit hvað senu. Veistu hvað senu? Móðir hennar birtist þarna. Ég fæ gæsa á að hugsa það. Bara sú sena var bara, ég horfði á það hvert einasta leikrit. Áður en ég fór upp á sviði, ég bara stóð bak við ljósin, horfði á það atrið. Hver á þessu batteri? Ég veit ekki, Einar kannski. Já, sorry Einar, hann er alltaf hlusta. Já. Ég stal batteri maður. Fjölnir stal batterinn. Sorry, Fjölnir stal sko batterinn. Ég stal batteri. Hvað Svo erum ég og Fjölnir líka með svona jólahúfu. Já, þú ert með Merry Christmas. Og þú ert með Santa Love. Nei, það. Það stendur Santa Love. Já, Love Santa. Já, ok. Love Santa. You betcha. This guy loves Santa. Hefur ekki séð líka sketsa frá SNL þar sem jólasveinninn kemur í bæinn og það er eitthvað svona nei, ok, en fólk mátu hana Ryan Gosling leikur einhvern gæja sem er obsessed með jólasveininum svo kemur jólasveinn og hann er það obsessed með honum og jólasveinn finnst það óþægilegt það er ógeðslega góð skets eldist vel eða veist svona mér finnst sketsar sem er ekki sko, það er alltaf gaman að pólitísku sketsum ég er alls ekki að segja það en bara þeir bestu sketsarnir sem eldast best eru sketsarnir sem eru bara algjört kjaftaði þau yfirleitt eru svona skemmtilegust Já eða svona eldast best Hvernig finnst þið nýja krúið SNL? Bara geggjað Já, mér líka skemmtilegu netliði Já Þannig að Mónika sló í Káska ef það er rétt hjá mér Já Hún er meitt bara, mér þótti lengi fundi hún er bara mjög fyndin Við erum náttúrulega svo amerikaniseruð það við fylgjumst alveg vel með þessu Eru hotni mín ekki bara Jú, mín Þín líka sko Þetta er hot sko Það er svo sem leiðir Já, það vantar allt fútt í þessu hotni í höttunum sem við erum með Við erum með svona hatta með hotn Og báðum við úr Herr, nú er ég með úrið vinstra megin Þú ert með að hægra megin Hvað? Ég ætlaði að setja á sleep Ég ætlaði að setja síman að chilla en ég gerði það ekki Nú ætla ég að googla Herru, þetta er búið að vera algjört athyglisbresta byrjun á þætti Guðminn almáttugur Nú ætla ég að googla Forláts á þessu Bara Watches En Which Arm Watches which arm How to Watches which arm On which arm does a woman wear a watch er það mismunandi fyrir kalla og konur eða? Ok Left Sexist Left woman No Gauð
Gauð vandræðalegt Þið vitið leyndarmálið mitt, ég kona en náttúrulega Geir podcast fyrir alla sko kallar konur og kvár við erum bara ánægði með þetta sko við erum bara stemningsmenn fyrst og fremst Sko ég að sjá miklu fleiri vera með úrið á hægri hend þetta podcast er líka sérstaklega fyrir Þórberg okkar Majority rule is to wear your watch on the opposite wrist from your dominant hand Þannig ef opposite wrist já, einmitt já, því ég hefði þá hægt að vera með vinstri en það er bara en það að því þú ert að nota þá vinstri til að stýra tökunum einmitt Finnst þér það ekki dóþægilegt? Nei, kannski smá ég veit það ekki ég veit ekki, ég kann ekki að hugsa ok Nei, Ert þú stundum búin að plana hvað ætlar að segja í byrjun þáttunum? Ég hef stundum plana eitthvað smá, já ég var búin að plana eitthvað Eða eitthvað sem ég langar að tala með svo ég ætla að tala bíódótið Já En ég verð líka að kasta kveðju á Kristinn okkar borgarleikúskongurinn Hvað er hann að gera núna? Já, hvar er hann að hlusta á okkur núna? Það er stórt spurt, sko Í bílnum, heima Heba, ertu með honum? Heba Ok Allir fólk hlusti á okkur með að þau eru stunda samfærir Hvernig, Ef einhver er að hlusta á okkur Pældi í sjokki hjá manneskinni sem eitthvað svona 1 metur gaman eitthvað Er lagið sitt smá í gang? Já, ok, við eitthvað Er lagið sitt smá í gang? Já, Hvað er málið með þessar kettlingar eitthvað? Já, ég og alltaf gera eitthvað svona grínrattir eitthvað svona allt í einu stunda Hvað, finnst þér ekki næs? Þetta er geðveikt, við erum að drekka Poppy Já, Poppy, við erum með svona drikk sem er mjög mikið fyrir gauðra sem er orðin 30 sem er, svona gut health eða svona þarmaheilsu gos sem er samt fucking gott á bragðið Þannig að ég fíla þetta You had me at sko Mountain Dew Þú sagðir þetta smakkaði þessu Mountain Dew Smakkast Mountain Dew Já, ég skil þig með mjög lítinn sykur og er gott fyrir magan Ég meina, halló Fólk er með svo mikið heit á Mountain Dew bara fyrir að vera Mountain Dew Þetta er ekkert eitthvað pólitískt eins og þetta er ekki nýlegt heit Já, þetta er svona flokkast sem svona lástéttardrykkur einhvern veginn svona. En ég dýrka Mountain Dew Ég elska Mountain Dew Það var svo mikið skellur manni þegar ég var yngri og Mountain Dew hætti í vél á KFC ég ætlaði að fara að gráta næstu Mountain Dew í vél Ég var að taka mínútu þögn og Ísa getur sett einhver svona dramatískar tónlistundur Já, ok, ég er ekki Nei, en jú, mér langar yfirleitt oftast bara að kasta kveðju á fólk sem er að hlusta á okkur og eitthvað svona og þakka þeim fyrir sko sem fekk ég bara skilabór frá vinn minn Þórbergi ég ætla ekki að lesa upp en ég var bara svo glaður hvað fólk ég bara verð svo glaður að við getum einhvern veginn glatt fólk eða bara stitt fólk stundir það er bara svona mörg skilabóðin sem maður hefur fengið sum sko að þeir öll fyrir mjög falleg sum hafa verið bara svona maður er svona farið hræður heim sko Já, ég hef alveg bara, tárast bara Heyrðu, svo við fengum nokkuð köff frá Jóhuldu hann sagði takk strákar, ég er búið að hámhlusta á Já, ok síðan ég byrjaði að vinna á saumastofu fyrir lukkudýrabúninga úti í London kunna meta þáttur íslensk lukkudýr Geðvegt Þeir eru æði, keep up the good work Þakka þér, Jóhuld Þú meistari Ég var að minna Kæra þakkir fyrir kaffið Lukkudýrabúð, já, einmitt Lukkudýrabúð, já Hann lítur að finnast það áhugavert Já Ég var að minna aftur að buy me coffee Já, það fylgir alltaf linkur með þættinum Nei, það fylgir aldrei linkur með þættinum Það eru svo lélegir að rætta okkur peninga Við erum lélegasti Við erum lélegasta hlaðvarpið í að fá pening Já Það er svona önnur hlaðvarp maður sé svona klippur að við svona 300 sponsora Sko það kom eina mér sem bara þú verður að fyrirgefa ég man ekki nafnið en hún splastum í bjór í staðan fyrir kaffi Já, næs Það var geðveikt sko Vá, geðveikt, vel gert, takk fyrir Ég bara að segja að það má líka Já, það má líka Það má líka Það má líka splæsa bjór Það má splæsa bjór Nei, ég þarf að kötta sko En við erum með eitt sponsor Já Og það er engin annar en forlagið Besta lag landsins Er það ekki annars það sem forlagið er? Jú, er það ekki Lagasmíðastofa Já
Nei, en sko, þeir eru með geggjaðar bækur Undrarútan sem er líka komin út það er svona barnabók risastór ég geti hort á þeirri bók bara marga tímunum saman, bara hort á teikningarnar hún er svo flott hver teiknar? Það var einhver myndskreyti eða drátlistamæðurinn bak við bókina man ekki hvað það var einhver svíi held ég man það ekki Drátlistamæður Já, þú náttúrulega lagðið það síðast Já, við veitum alltaf það því það er góður að teikna og ekki dorðum að þeir Já, hvað helst þau að meina? Nei, og svo erum við með afslátt á bókinni Staðreyndirnar sem er geggjubók eftir Hauki Má þannig að ef þið farið á forlagið.is og leitið Staðreyndirnar og setið kóða Já, ég er búin að lesa hana, geggjubók, frábær bók bara tengsl Íslendinga við nasista og þetta er svona sannsögu skáldsaga Já, þetta er sko skáldsaga með sannsögulegu ívafi Ég myndi ekki segja að þetta sé söguleg skáldsaga eða skilurðu Þetta er skáldsaga með sannsögulegu ívafi Já er svona kannski besta leiðin sem ég finn til þess að skýra þig Já Geðvegt Já, takk En varstu með eitthvað tilbúð sem þú vildi byrja þáttinu að tala um? Nei, ég var með eitthvað, ég er bara búin að gleyma því Já, ok Það var eitthvað ramt, sko Var það rangt? Það var eitthvað ramt Oh, fuck Já En bara fór það bara í eþerinn Já, ég mitt Það var eitthvað svona valið ramt, sko Já Og tala eins og það, að gleyma hlutum Djúlar Já, það var rangt að gleyma hlutum Ég fór ekki að hata því að gleyma hlutum Herði Hvað? Hvað ég heyra? Nú eru að koma jól, er aðvenda Jólin allstaðar Hvað heitir þetta? Hvað heitir? Jólin Svo ég er að googla Jólin allstaðar Herði Hvað? Nei, ég get ekki sagt þetta í podcastin Ég meina hugmynd Þetta er production hugmynd sem ég langaði að pizza þér en ég þarf eiginlega sko að undirbúna betur en þetta er trillt hugmynd sko. og hún er skemmtileg ég er so spenter Þetta er spenter Ég er so spenter right now Ég ætla bara að fara að tala við eins og verðum ekki í podcast Já Bara gleyma sér Herri, já, jólin er að gangi í garð það er stutt í þau allavega Já Erst þú með eitthvað svona portugalskar jólahefðir? Portugalskar? Sko mínar portugalska jólahefðir snúst svo mikið kringum mat og það er ekkert mikið portugalsku mat í boði hér Nei En ég verði að byrja að reyna að gera eitthvað sjálfur út af því að það komið portugalsk búð á Skólavörðustíg Nata, Reykjavík bara við hliðin á bara minn ála tíalín geggju búð portugalska vörur þeir eru með Carolino hrísgrjón sem er mínum mati besti hrísgrjón í heimi bara til þess að elda, bara góð áferð Hann hættir ekki að tala um þess að Carolina hrísgrjón Já, ég veit það Carolino Þeir eru með fullt af pilsum og unna kjötvörur Portuguese style brasilíska kjötvörur það er bara kekkja dæmi sko, þetta er geðvegt Þetta er svona eins og íslendingabúðin í Köpen Já, basically Já, skemmtilegt En þannig ég er ekki mikið af portugalsku jólahefði ég er miklu meira með danska jólahefði bara því að mér fannst maturinn svo fucking góður í Danmörku Jólamaturinn í Danmörku Þetta kemur allt þaðan Ef þú veist svona nútíma íslenskt er smá bara blandað af Danmörku og Bandaríkjunum Já, í rauninni Purusteikin Pursteak og held í hamburgerríkunum líka Pursteak Allan purusteikin Já, ég held hamburgerríkunum líka Var það ekki Hamburgerrög eða eitthvað Var það ekki? Jú Ég veit ekki hvort kannski þetta búið sér þetta En ég elska Hamburgerrög Það er svo sumor í dönsku sem eru bara oferfið Já, hamburgerrög Já, þetta er oferfið orð Hamburgerrög Þetta er eitthvað svo Þetta er svona Þetta er eins og eitthvað orð sem svona fulli gaurinn á knæpunni í Köpen myndi segja við þig svona myndi segja við þig eitt orð og svo labba burt bara og maður væri bara hvað sagði hann? Komaði bara fullu danni hamburgerrög Maður það fullu danni koma mér og sagði baguette Já, hann sagði það ekkert, ég veit ekki hvað hann sagði ég man ekki eftir því, en við hefum bara vídeo því Ég maður segja söguna því núna? Já, why not? Gaur, við ætlum að senda vídeo á Kristinn Við ætlum að senda vídeo á Kristinn Ætlum að senda það? Ef þú ert tilbúin að sína það? Já, ok Já, þetta er ekki tilbúin að sína það? Það gerist ekki træðilegt Það fyndið sko
Eina sem er hræðilegt í því er að ég var í blackouti. Já. Þetta var ofhart. Og bara, ég veit að mörgum finnst að fara í blackout. Það er aldrei samt í lagi. Það er ekki í lagi. Ef þú fer í blackout þá ert að prjóna yfir þig, sko. Já. Þá ert að bara prjóna yfir þig. Það verður aðtöða sambandið þetta áfengi. Já. Og bara Þetta var að skoða og hugsa aðeins. Stíga á pétaluna aðeins ég verður að segja þetta sjálfum, sko. En þetta sem sagt gerðist. Ég er ekki mammikar. Þú varst í algjöru mínu daginn eftir, sko. Já, auðvitað. Já. En þú varst líka bara út af bagettinu. Ég var í mínus út af bagettinu. Ekki að því ég var í nei. En þú veist, út af því að þú myndir ekki hvað því manum við stigum fram og þú varst bara eitthvað fórst í jakkaðinn. Já, við vorum á svona Erik Vögler húsnæði, sko. Geggjuð apartment bara svona eiginlega bara Airbnb og Airbnb hótel eiginlega. Mjög næst staður. Já, mjög næst. Og við erum í sérkvar herbygginu, ég kem fram og bara mjög timbraður eftir kvöldið áður. Við fara og hitti gamlan bekkjarfélag okkar úr leiklistaskólanum. Og prjónaði yfir okkur. Og við prjónaðum yfir okkur. Geðveikt. Myndi gera aðtur. Ok. Sér ekki Var að predika. Ekki prjóna yfir okkur. Nei, og ég fer fram og í úlpunum mína þá sé ég bara að það stendur upp úr vasanum baguettbrauð. Já. Og endilega hlusta á næsta þátt fyrir framhald Nei, viltu taka við það? Og við skiljum ekki hvaðan þetta baguettbrauð kom og ég skildi ekki neitt. Þetta er alveg magnað, en svo var ég man að við vorum á barnum að borða brauð en ég man ekki hver gaf okkur brauð. Á hvað bar? Já, á barnum, já. Á barnum, bara og svo bara daginn eftir við erum bara að hugsa út í þetta eitthvað svona. Svo fattaði ég náttúrulega að við vorum búin að vera að taka upp efni bara fyrir Já, ok, live. Já. Fyrir henni klippu sem vill svo merkileg til að þegar ég sný myndaðilina að mér er maður fyrir aftan mér sem lappar inn á barinn og við erum að tala um lappa inn og út lappar inn á barinn, réttir okkur bagett og fer síðan og næsta sem ég veit er bara skota fjölni og taka bara almennilegan bita úr þessu bagett. Ég beiti í það eins og sjóræningi að býti kjöt. Já, bara hér. Já, þú er svona gálveri bara. Já. Og þú varst samt svo glaður með bagetti það kvöld, sko. Það er bara mynd af þér og Emil fyrir utan barinn með bagetti bara. Þessi verðlaun, já. Ég blatt. Ég samt, þú veist. Já, ég var samt alveg, ég stóð í lappirnar og ég man eftir að hvað, Emil? Já. Sko, ég hef aldrei, þú veist, við erum geta aldrei grallara stundum þegar maður fara með svona night out, eins og maður segir. En ég drekk mig aldrei dauðadrukna, eða skilur, ég er aldrei bara, þú veist, það þarf aldrei að draga mig heim. Ef þið vilja ekki buy me coffee, þá er þetta að splæsa okkur bjór. Nei, shit, maður. Ölivöl. Nema stundum. Nema fyrir cool kids. Ógeðslega toxic. Fyrir cool kids sem kunna sig. Hvað drekkur aldrei? En erst þú með eitthvað aðrar jólahefðir? En íslenskar, eða þú veist? Nei. Bara, veist, ég veit ekki endilega. Erst þú líka byrjar í purusteikin eins og ég? Nei, ég er ekki, mér finnst hún góð, sko. Já, hún er góð, sko. Mamma var alltaf með hamborgarrygg á jólum. Núna verð ég með foreldurum Stefáníu. Já. Og ég held að þau séu með kalkunabringur. Kalkún. Ok, það er líka bara fínt, það er bara ekki alveg saltað, eða veist, það er bara ekki saltað, jú, það er saltað, en veist, það er ekki sósu í þetta? Já, kalkún er mjög góður, sko, don't get me wrong. Mér finnst kalkún fít, sko, mér finnst fyllingin best. Fyllingin geggjuð og svona sæt kartöflu oft, já, sæt kartöflu mús, maður, það er geggjað. Já, geggjað, sko. Frænka mín gerir mitt geggjað sæt kartöflu mús. Já, geggjað. Og já, hún er daldið komin inn í íslenska jólamenningu, sæt kartöflu músin. Þetta er ekki íslensk hefð. Nei. Þetta er fengið lánað einhverstað. En náttúrulega bara ef í vafa þá örugglega Bandaríkin eða Danmörk. Það er alltaf bara, ef í vafa hvaðan hefðin kemur,
líklegast Bandaríkin eða Danmörk Bandaríkin, já, þetta er eitthvað svona Thanksgiving matur típist sko en þetta er ekki reyktur matur nei, ekki og ekki reyktur svona saltaður matur, þannig að þetta er held ég bara hollara við erum með okkar menning alvöru menning er bara grafin matur já, herri, jésús maður skata, það er íslensk menning skata, ég er ekki mjög spenntur fyrir ég fyrir alltaf í skötu sko. Pabbi kom í skötu til tengdafjölskyldu síðast já gat ekki verið portugalskari já púlar hann upp heimagerð Jésús, ég er að sláta þessari sögu hvað, hákarl hann púlar upp heimagerða ólífólju já í skötuveisluna og segir bara this is really good with skata bara trippar það yfir skutun og bara borða þetta bestu list sko. og bara ekki tólk nei, bara ólífólja skata og ólífólja mér fannst skata svo já, okay, þetta er ég ætla að prófa þetta já. alvöru cold pressaða ólífólju sem er hægt að fá í Híalín á Skólavörðustíg þau eru með bestu ólífóljunar á landinu og bara bestu matgæðingavörur þannig að Híalín á Skólavörðustíg frábær búð þannig vona skötuna smá ost yfir inn í opn nei, skata með brettumost ok, juicy ég þoldi ekki skötuna sko, en ég er mjög spenntur í dag að þetta er stemning já þetta er ekki endilega sérlega gott nei jú, mér fara að finnast þetta smá gott sko. skutuna? Já, mér fannst það ekki fyrst var ég bara eitthvað þetta er áunninn smekkur sko já, þetta er satt tekur tíma áunnuð, taste en já, ég annars bara, veist, ef ég mætti ráða já. og ég var að halda mín eigin aðfangadags bara mín eigin jól minni ég á aðfangadag myndi ég held ég hafa léttreiktan lambarygg vá hvað það er gott með þér einmitt já það er næs það er geggjað vá, ég var aðeins að bara og takk fyrir daginn já, tökum þetta aðeins inn herri, góðu sketsin hjá þér by the way með frændanum já, leiðilega frændan fokkin fyndið sko já, takk ég svo tóstráka haldið stendur hvað ætlar ekki að segja þetta? ég bara að segja, ég bara að tala sko, ég bara að segja það er eitt vandamál líka að fara að koma í íslensku fjölskyldum er ég búin að heyra svona hægri vinstri að fólk sem var skemmtilegt að gera hluti með sína eigin hendur eða yrkja ljóði eitthvað er farið mjög ofta að láta ChatGPT gera þetta fyrir sig og mér finnst það svo mikill missir eitthvað svona ég let ChatGPT skrifa eitthvað fyrir kvöldið ég er eitthvað af hverju gerir það bara ekki sjálfur ég let ChatGPT teikna þess að mynda okkur why já, ég hattur þáttanins nei, ég er sammála ég er búin að hugsa þetta geðveikt mikið já ég er ekki nógu duglegur að nota ChatGPT nei, ekki heldur bara sem leitarvél eða eitthvað svona dót en þú veist, ég held að hún sé betri en Google hef ég heyrt sko ég veit það ekki þú veist, AI í sjálfum sér þetta er mjög áhugaverð þróun þetta er gott sem hjálpartól og mér finnst bara fólk þetta er gott sem hjálpartól, punktur já, ég er að spæli bara, þú veist ég veit ekki, núna er ég ekki læknir nei og ekkert menntaður læknisvísindum en ég spyrir mig veist, kannski er þetta geðveikt fyrir læknavísindin þetta er kannski geðveikt fyrir tölvu rannsóknir eitthvað svona dæmi en að nota þetta í listsköpun þá alfarið til að búa til listina ekki sem hjálpartól nei. þá meina ég sko þú ert ekki að prompta eitthvað inn í eitthvað og fá eitthvað út úr í til að fá inspo til að svo semja eitthvað sjálfur og veist heldur bara að prompta eitthvað og gefa það út eða skilja það fáranlegt, eins og Kjörís já sorry, mér finnst þetta bara ógeðslega leðilegt þessar pakningar og eitthvað svona já, AI komið til að vera þýðir það þá endilega að við verðum að nota það í svona dót Kjörískurinn alltaf var með svo mikla bullshit afsökun sko. Það var bara eitthvað svona
þetta bara, við verðum að það er bara mikið að gera og þetta hjálpar okkur að auka afköst og eitthvað svona, ég er eitthvað auka afköst, eitthvað, þetta sko súkkulaðís, þetta ekkert, þú ert ekki að gefa út sko 300 ístegundir á 2 dögum og þarft myndir fyrir það alla, skilur Nei, og svo segir hann hafði ekki tíma að plana jólajessin? Hvenær byrjuðu að plana jólajessin? Já, var það þegar þeir voru komnir í fabrikuna og ætlaði ít á takkan go var það þá sem þeir plönuðu jólajessin? Já, bara og það er eina sem ekki að sens, og það teiknari fínn teiknari getur gert teikningu á 3-4 tímum bara gjörsamlega fína teikningu fyrir svona jólapakningar engin tími, my ass Já Ég veit ekki hvað kostar þú veist, bæði hann á svona mynd og svo, veist, hún farið í dreifingu á svona mörgboks Ég talaði við nokkra teiknara og verðið var grátlega lágt Já þannig að mér fannst það ekki eins og afsökun Þetta er ekki teiknað Þetta er ekki AI hérna, þetta er bara teiknað Nei, ég meina þetta er ekki AI, já Okkar mynd er ekki AI, hún er teiknuð með geggjuð ánægð með myndina Þannig geðvik, sko Núna við erum með rautt, sko, það er smá jólastemning Hansina, kerti Jólafílingur í þessu Herri, við erum komin hálftíma inn í þáttur Við erum ekki Byrja þáttur Ok En þetta er smá segway inn í það sem ég ætla að tala að því mér langar að tala gamlar jólahefðir og hvaðan að koma Íslenskar þá gamlar íslenskar og hvaðan að koma Já Og eins og ég segi, nú er aðvendan gengin í garð Orðið kemur úr latínu adventus Spiritus Adventus sem bara þýðir koman eða sá sem kemur aðvendan er í kristni aðvendan þýðir sá sem kemur adventus koman eða sá sem kemur Hvað? Viltu koma heim til mín í smá aðvendu? Ég er adventus Ég er að koma Ég er adventus Oh my god Þetta er bara ekki svona hljómaði ekki þegar ég adventus sko Ég er adventus Hvað fara alveg í háa sér Ég er adventus Ég trillist Hvernig veist að þú ert að fara að koma Ég er adventus Fuck me Guð minn almáttur Já, þá, ok Aðvendan í kristni 4 síðustu sunnudagarnir fyrir jóladag Já Ef aðfangadag ber upp á sunnudegi verður hann 4. sunnudagarinn í aðvendu Ok, já Latneska orðið adventus er þýðing á gríska orðinu parúsia Koma gríkinni koma heldur skrikinni sem almennt vísar til endurkomu Krist Fyrsta kristna fyrir kristna skiptist aðvendu því í annars vegar eftirvæntingu eftir fæðingarátti Krists jólunum og hins vegar endurkomu Krists okay. En aðvendan hefur eignin annan nafn eða jólafastan Já og þetta var kallað jólafasta vegna þess að í kaþólsku trú fastaði fólk í þessar 4 vikur fyrir jól það oftast á rauðu kjöti Já bara ekkert rautt kjöt fólk neitaði sér ýmislegt sem þótti sjálfsagt frá upphafi jólaföstunar þangað til hátíðinni gekk í garð það var til að minna sig á þakklætið og að geta fengið að borða leið myndi fólk sig á að það að gefa er sælla en að þiggja jólafastan þannig ég get alveg sagt að ég er ekki að fasta Nei, ég er búin að borða mjög óholt í dag ég ákvað bara að leiða mér það en svo held ég bara áfram að halda mér striki á morgun Ég hendur ekkert borða mikið af rauðu kjöti heldur Nei Ef ég bara kjöti á kjúkling sko. Hvað er í svínakjötinu? Nei, í kjúklingunum Kalkunahakk það er líka mjög holt Kalkunahakk, já Er það ekki? Jú, kalkunahakk og nautakjöt sem er undir 10% fitu Já, ég mitt Til þess hakki í melabúð Lean nautakjöt
Þetta magurt nautakjöt Ég veit ekki hvað þessi karakter kom þegar við tölum magurt nautakjöt Magurt nautakjöt í melabúðinni Oh my god Þetta magurt nautakjöt Nei, ég get þetta ekki Oh my god, ég get þetta ekki Hvað sagði Ég mynda mér svona litla konu Nei, með kjötborði í melabúðinni Hvað segir þetta magurt jólakjöt Mikið er þetta flott Þetta er 10% Að reykja Ef hún að reykja við kjötborðið í melabúðinni Gefðu mér 2 kíló af þessum magur 2 kíló? Já Alveg sjálfsagt Takk elskan Og glæsilegt Jesús En já, þannig að fólk var að fasta þannig Fólk var að fasta Rauðakjötið Og svo kom Þorláksmessa Já 23. desember Hún hefur lengi verið einn af eftirminnilegustu dögum jólahátíðarinnar á Íslandi en saga dagsins nær aftur til kaþólsks siðar. Þá var hinn síðasti heili dagur jólaföstu og því var kjötmeti alfarið bannað. Alfarið bannað. Eftir siðaskiptin hurfu margir hefðbundnir siðir tengdir föstu en venjan að neyta ekki kjöts og Þorláksmessu hélst þó áfram. Og að minnstakosta hluta. Reyndar virðist svo hugmynd hafa festi rætur að mataræði skildi vera sérlega rýrt og óspennandi eins konar andstæði þeirra kræsinga sem býða á jólakvöldum eða jólakvöldi. Fiskur var oftast valinn sem máltíð dagsins, ekkit endilega besti bitinn. Á borðum landsmanna gátu ratað ýmsar tegundur af óvenjulegu og eða lélugu fiskmeti svo sem megringur sem er soðinn magur harðfiskur. Er þetta meðringur? Já. Glæsilega. Þetta er ógeðslegt. Þetta er ykkur harðfisk og síður hann. Það er ógeðslegt. Lilla konan elskar það sko. Já. Ég fæ þetta meðring. Næringur, ég er að dveltus. Nei. Já, maður það. Ég kannu. Þið býtið það höldum áfram. Hvað er ekki? Það kom eitthvað notification í myndalina en allt í lagi. Kom notification, hvað? Instagram? Instagram. En já, ok höldum áfram. Steinbítsróð líka. Megringur, já, steinbítsróð, glæsilegt. Steinbítsróð, hákarl eða jafnvel Úldinísa. Úldinísa? Kræst? Já, ég veit það. Þarf að fara alla leiðina. Herri, til að bæta bragðið var þetta stundum hitað í, herri, ég man hvað ég ætlaði að randum. Hvað? Ég ætlaði að randum ákveðna útvarpsstöð sem ég er svo hræddur við að eldast. Ég er hræddur að eldast við að hlusta á þessu útvarpsstöð. Af því þau eru alltaf að gera símat í gömlu fólki. Bara gömlu fólki. Það er svo leiðilegt. Já. Og það er algjör útsnúningur Er það ekki bara út af því ungt fólk svarar ekki síman? Jú, bara ungt fólk skellir á. Ungt fólk svarar ekki síman. Það er bara svo oft sem en gaman fólk er eitthvað svona, hvað viltu? Nei, ég hef ekki tíma að það. Já. Ok, eitthvað svona. Já, þau tala í síman. Það er bara eiga samtöl. Ég vil ekki dónalegt að skella á eða eitthvað. Einmitt. Það er auðveld bráð. Já. Þið verða að hringja næst í Kára Stef. Það er svo hvernig það myndi ganga upp. Hvað viljið þið? Ég ætla að finna þig og ég ætla að tortíma þig. Bara að segja. Shit. Ok, aftur hérna í þetta. Til að bæta bragðið var það stundum hitað upp í hangikjötssoði, sem allir þessi fiskur sem þótti fiskur hitað upp í hangikjötssoði. My god. Já, þetta er ræðilegt. Það er ógeðslegt. Þetta er bara, ef einhver myndi skatan er þannig sant? Tólkurinn er úr eitthvað? I don't know. Tólkurinn er úr við tölum þetta í fyrra. Ég veit það. Og við fengum skammir. Já, þetta er fita sem er bara brætt úr kindum. Anna koma. Past. Takk. Náðu þessu. Já, hangikjötssoði sem þótti veita mildar keim og vísbendingum hátíðina framöndan. Í þeim tilvikum þar sem fiskur var ekki til reiðum að finna heimildur að fólk hafi bröðað það að ráða sjóð og bjúgu úr mör og lungum eða nota bein úr stórgrupum sem mat.
Þannig var reynd að halda Þannig var reynd að halda í föstuna án þess að svelta. Já. Hefðinum sérstakann mat á Þorláksmessu lifir enn því margir koma saman á þessum degi til að borða kæsta skötu sem markar lok jólaföstu og upphaf hátíðar. Já. Og við ætlum að fara núna í skötu við fjölskyldan og ég ætla að kaupa ágavíti. Já. Og það er slett. Og ég ætla að vera blackout. Nei, ég ætla ekki blackout. Já. Hvað er þetta? Snake? Hvað er í gangi? Nei, ég var að skoða svona betri lýsing á tólk. Já. Mör sem er bræddur og síðan látinn storkna. Hérlendis hefur tólk eða tólkur mikið verið notuð til skamstíma, bæði sem ljósmeti á lampa og einnig til steikingar og matargerðar, auk þess sem bráðin tólk var höfð út á fisk. Nú hefur annað feitmeti að miklu leyti komið í stað tólkar. Engum var notaður kindamör en einnig nautamör, einmitt kindamör. Já. Sem er brædd og látinn. Nú hefur annað feitmeti. Mörinn var brytjaður og settur í pott með svo litlu vatni, bræddur við hægan eld og hræst oft í á meðan. Bráðin mörinn var síðan síður í ílát og látinn storkna. Tólk geymist mjög vel sé hún höfð á þurrum og svörum stað. Tólk og hambúrgar. Bara pæliði. Það er bara djúbstekja franskar og tólk. Nautatólk. Í nautatólki þá. Já. Ég meina þennan JFK Jr. er búin að vera mikill talsmaður þess. Koma nautatólkin aftur í gang. Já, mennar. Ekki að hann sé skarpast í nýverðin í skúfinni samt en maður önnur saga. Hefur eitthvað tólka kerti? Já, var það ekki það sem kertasníkir eru alltaf að reyna að borða? Já. Búm. Fyrir dagar rafmagns og raflýstra jólatrjáa, það voru það tólka kerti sem lýstu upp hátíðar. Já. Hátíðarinnar og voru oft einu ljósi sem glóðu á heimil landsmanna þegar dimmast var. Slík kerti voru þá yfirleitt ekki brúkuð hversdagslega, heldur höfðu sérstu á stórhátíðum, ekki sístum jólin. Því var kertagerð eitt af þeim árlegu verkum sem klára þurfti tímalega fyrir jólahátíðina. Algengasta aðferðin við kertagerð fólst í að steypa þau úr sauðatólk. Já. Bráðin í tólkinu var þá hellt ofan í sjóðandi vatn í mjóum bullustrokk. Já. Sem þú veist, þetta er bara strokkur eins og notað til að strokka smjör eitt mjór bullustrokkur mjór þannig þar sem hún flaut ofan á og kólnaði smá saman utan kveikin. Já. Kveikurinn sá að hann var gerður úr snúinni fífu sem svona blóm, svolítið líkt bómul ull eða innfluttur ljósakarni eftir því sem var til. Já. Til að halda kveiknum ljóðréttum og í réttu formi var smásteinn bundin í annan endan áður en honum var dýft í tólkina. Þetta var endurtekið það til að kertið náði æskilegri þykkt, allt eftir smekk og tilefni. Kertin gátu því orðið bæði mismunandi að stærð og lögun. Já. Stundu voru 3 kveikir steyptir saman í eitt kerti og sem gaf þá 3 ljós. Slík kerti voru kölluð kóngakerti. Kóngakerti, já, næs, sem veit. Og er nefnt eftir vitringunum 3 sem samkvæmt jólaguðspjallunum. Færðu Jesúsbarninu gjafir sínar til Betlehem. Já. Hvað voru þetta gjafina sem þið gáðu? Það var reykelsi, mirra og... Hvað er mirran í dag? Já. Hvað er mirran í jólagjöfum landsmanna? Hvað var það? Reykelsi... Þetta var til í mirru. Það er okkurlega. Ég ætla að klára... Já, halda áfram. Tólkakerti voru ekki aðeins skagleg heldur höfðu þau einnig tákgræna og trúlega merkingu fyrir mörg heimili. Þau mynd og byrtu í myrkri og komu frelsans í heiminn en voru jafnframt verk úr hendi heimilsfólksins sjálfs. Já. Hvað segirðu? Mirra, reykelsi og gull. Gleymdi gullinu. Já. Þeir gengu inn í hús og sá barnið og Maríu móður þess féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og mirru. Vó, það er alveg bara Rolex. Elsku kallinn sem kom með mirru samt, sko. Hvað er það? Hvað er mirra? Veist þú það? Nei. Þú hlæðir þegar þú veist ekki hvað það er? Ég var eiginlega vonast til að þú myndir bara segja það. Ég vil ekki spyrja mig hvort ég vil segja það, sko. Mirra, rauðgul, storknuð kvoða unnin úr bergitrjá af ættkvíslinni kommifóra. Ég ætla að segja það, sko. Ilmorljur úr mirru eru notaðar með sig reykelsi og lyf mirru er borin á hrosshár í bógum strókhljóðfæra. Já. Mér nota mirru á fiðlu til dæmis. Já, einmitt. Jesus was a fiddler. Þetta er í svona duft eða hvað? Ég veit ekki. Ég hef ekki séð mirru. Ég er ekki fiddlari. I'm not a wildest.
Fiðlari Ég er ekki fiðlari Er það ekki fiðluleikari? Ég er ekki fiðlari Geir, ég veit ekki, ég er ekki fiðlari Láttu mig vera Þetta fiðl í mér maður Þetta fiðl í mér Þetta fiðla svona á mér Ekki koma náður þessu mammi Pappi sagði að hann væri fiðlari Ok Herðu, eitt þérna sem ég finnst svo gott jólin Já Það er laufabrauðið Þessi einstaka íslenska jólahefð sem á sér bæði hagnýtar og hátíðlega rætur til þess að allir landsmenn gátu notið brauðs jólin Já þrátt fyrir takmarka frambúðarhráefnum var lausnin svo að búa til afar þunnar kökur þannig að hægt var að deila þeim á sem flesta Einmitt Til að gera brauðið hátíðlegra og fallegra voru skorin í það fíngerð og listilega skreytt mynstur þannig var laufabrauðið til í þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Einmitt, bara því vorum að gera mikið úr litlu. Já, Já, einmitt. skemmtilegt. Það er náttúrulega ekki taka mikill matur. Nei, En mér finnst geggja frá mér laufabrauð, og lax. Og lax. Jep. Herðu, Reyktur lax. Ofan á laufabrauði með sósu. Þú varst að tala um að við gröfum hluti. Já. Ég keypti með graflax. Yes. Í jólaþorpinu í Hafnarfirði. Já. Bara svona fekk að smakka. Ég elska svona að fara að smakka. Já. Ég var going berserk á þessu jólaþorpinu, sko. Ég var smakkandi allt. Og við fórum annar hring, sko. Já. Já. Smakkar einn, þetta komin aftur! Ég er að dventur! Nei, sko, kærasti mér var bara eitthvað, og hún hlóð svo mikið af mér, sko. Já. En ég var bara, kjötkompani í verðna, ég fór í allt, smakka allt, bara smakkaði Smakksjúkur. Bæði reyktan og grafin, keypti laxinn, sko. Já. Og keypti svona lauksultu líka. Oh my god, maður, þetta var svo gott. Geðvögt, sko. Já. En já, allan fór ég á Silla kokkundaginn, þetta er ekki spons neitt af þessu og ég smakkaði jólagæs Já. Ég held hún, grafin með eplum og kanil gali gott Býtu, hvað, var þetta borgar eða bara réttur? bara bringa Bara réttur sem bara sagt? gæsa bringa, já, bara svona Ekki ofan á brauðið eða neitt þannig? nei, bara svona eins og mástu vorst að spila með bakkalút Já. baksvist, þá var fullt af kræsingum eitthvað svona skori er fínt, eitthvað svona eitthvað tvíreikt eða grafið eða eitthvað svona, já, þetta er þannig Já, geggja. keypti 2 bringur Ég verð að smaka. já, geðvegt en já, laufabrauð samkvæmt elstu prentuðu matreiðslubók á íslensku matreiðslubók Magnúsar Stephensen frá árinu 1800 virðist laufabrauð þá hafa verið þekkt allt land höfundur matreiðslubókarinnar taldi ekki ástæðu til að útskýra nánar hvernig brauð er búið til þar sem það hefur verið svo útbreitt og kunnuleg hefð. Þó gefur hann stutta uppskrift sem bendir til þess að uppskriftin hafi miðast við svona efna meiri heimili. Já. Og samkvæmt henni á laufabrauð að vera gert úr hveitidegi, sykri, rjóma og mjólk. Hráefni sem voru ekki endilega sjálfsögð á öllum heimilum á þeim tíma. Laufabrauð hefur haldist óbreyst að mestu í gegnum aldunar og lifir góðu lífi sem órjúvanlegur hluti íslenskara jólahátíðar þar sem fjölskyldur koma saman ár hvert til að skera, steikja og njóta samveruna. Við gerum það alltaf líka, við búum til svona einn laufabrauðsdagur alltaf í desember þar sem við hittumst öll, við erum að skera út og svo endum við á því að borða hangikjöt. Þetta er bara svona smá júlufrókost Júlufrókost? Já. Nice. Já. Ég hef aldrei gert laufabrauð. Nei. Ég hef aldrei skorið í laufabrauð eða neitt þannig. Nei, það er kósí, sko. Já, ég verð að prófa það. Mamman og amman í eldur svona fleti út, sko. Já. Krakkarnir og fulli frendin hérna við borðið, skera. Ég er beðið að grínast, sko. Hvað er að gera við þetta? Hvað er þetta? Ég ætla að tegna fánan. Tegna íslenska fánan. Standa upp.
Fögnum Íslandi. Fögnum íslenska fánanum sem ég teiknaði á laufabrauðinu, fögnum honum. Ég var að reyna að segja ekki það sem ég datt í hug. Það var bara klúrt. Ok. Það var bara klúrt. Eitthvað tekna tippi og eitthvað. Ég tekna tippi á þetta laufabrauð. Vel slæmur frændið með Tippi og píka og brjóst. Þetta er mín laufabrauð. Ég má gera sem ég vil á laufabrauðinu. Ég má teikna sem ég vil á laufabrauðinu. Guð minn góður. Ég er bara ChatGPT að skreita þetta laufabrauð. Shit. Hvað er í þessum drikk? Bara fullt af einhverjum góðgerðlum fyrir magan. Soda's back. Soda's back. Eins og það, fór það einhvern tímann? Nei. Herri, já, finnst þér ekki laufabrauð gott samt? Mér finnst það geggjað. En með kúmen, finnst þér kúmen í það? Já, mér finnst alltaf leið. Já, mér finnst alltaf leið líka. Ég sé ekki nefið því. Nei, ekki heldur. Graflaxsósa, lax og laufabrauð. Já. Geggjað kombo. Þetta er svona óholt rökkbrauð. Já, óholt rökkbrauð, pældi því. Geggjað næs. Næs. Hvernig gerir þetta? Já, einhver bara, ok, komin, ok, stopp. Ok, höldum áfram. Herri, ok, já, tvent eftir. Ok. Jólaskemmtun. Yes. Árið 1921 það gaf Steingrímur Arason út lítið hefti með leikjum, vísum og dönsum sem ætla voru börnum. Meðal efnisins var íslensk útgáfa af danska ringleikadansnum Så går vi rundt en enebærbusk. Já. Sem margir þekkja sem einibærarunnin. Så går vi rundt en enebærbusk. Já, ok, skemmtilegt. Þessi leikur hefur síðan notið mikilvæg vinsælda hér á landi en íslenska útgáfan hefur sín sérkenni. Í stað þess að dansa í kringum einibærarunn var íslenska útgáfan staðfærð í kunnulegra landslag Grænan Birkilund. Já. Og viðfangsefni textans sniðið að sveitamenningu og daglegu lífi barna þar. Já. Leikunum ber nafnið Göngum við og syngjum í Grænum Birkilund. Já, einmitt. Og hver dag vikurnar hefur sitt eigið viðfangsefni í söng og leik. Þriðjudagur til föstudags snúumst verk dagsins. Svona gerum við þegar við rökum víðan völl. Já. Breiðum okkar hei, prjónum okkar sokk, járnum okkar hest og svo laugardagar, sunnudagar og mánudagar eru hins vegar með sumu textum og í upprunalega danska leiknum þvoum okkar þvott, skúrum okkar gólf og göngum kirkjugólf. Já, einmitt. En áhersla á vinnu og sveitastörf þessa þriðjudag til föstudaga endurspegla bæði menningarlega veruleika barna á þeim tíma. Já. Og viðleitni höfundar til að laga erlendan menningararf að íslenskum aðstæðum. Já, það er mjög skemmt. Já. Eins og maður á að gera þegar maður er að þýða. Já, algjörlega. Verk Steingríms er dæmum hvernig alþjóðlegir barnaleikir voru aðlaðar íslensku samfélagi á 20. öld og hvernig þeir urðu hluti af uppbyldi og leik barna víða land. Og þrátt fyrir að margir þekki nú leikinn undir nafninu Einabærarunns hefur hinn íslenski Birkilundur og daglega sveitalífið á bak við textan ekki glemst og lifir víða við áfram í leik og söng. Yes. Og Já, ég hef aldrei farið í svona gerum við, dansum við og syngjum í Grænum Birkilund. Í Grænum Birkilund. Grænum Birkilund. Í Grænum Birkilund. Það var gaman að taka það. Svona gerum við þegar við járnum okkar hest. Já, kanntu að járna hest? Hef ég járnað hest? Nei, kanntu. Hvað heldur ég sé fyrir? Heldur ég sé maður sem kunni að járna hest? Ég veit ekki, hvað... Ég kann að meta það. Bílum í Portugal eða? Ég kann að meta að þú trúir svona mikið upp á mig. Þú ert ekki með bílpróf? Ég er ekki með bílpróf. Þú hlýtur að fara ríðandi þá? Ég mánaði fyrir hest. Já. God damn. Ég væri dáin, sko. Ég væri dáin á hellisbúa tímum. Það var í þáttunum sem þú og Vigdís gerðu. Já. Þegar fóru á milli eyja. Já, Assurim. Já. Þurftur að vera hestbak og þurftur að bara... Það var daginn sem ég átti að með á. Ég væri með ónæmi fyrir hestum. Er það? Það var sá dagur. Er þetta ekki bara ónæmi fyrir dýr? Jú. Öllum dýrum með? Apparently.
Apparently Aberrant Best bit Aberrant Fyrir fólk sem kannast ekki við þetta þá má það hlusta á Silvíu Nótt þáttinn Já, Þetta er old reffi hérna Nei, já, það ég Sko bæði þessi production hugmynd sem ég langar að pitcha ég gæti, þetta er smá Silvíu Nótt sko. Já, ok En sko, já ég krúi spurði mig hvort ég væri mánuð fyrir hestum ég veit ekki, ég held ekki en ég veit ekki fórum með hest bara í Portugal ég var bara ok, testum þetta svo bara, þegar við byrjuðum, ég var bara í alvörinni með ornamentskast bara var að fara tútnu upp sko Já Hérna mér hefur bent á að þetta sé kannski ónæmi Já en þið búið chili Já það er allir eitthvað hvað er stert eitthvað ég fæ svona svimaköst og svona verð smá rugglaði sko Já bara svona sljóri hugsun En þú leitar samt eftir að fá chili claus Já Það er toxic samband Já, toxic samband þarna chili claus og þú og mér finnst oft gaman eitthvað svona taka stert eitthvað en þegar ég var að túra með hatara í Brighton Nei, ekki Brighton, hvað voru við? Brentford Come on you bees Við vorum mjög stærri í Englandi, ég man það ekki sko. Manchester, ég man það ekki og við bókum borð á veitingastað og þetta er allt svona currystæðir sem er það og við bókum borð og bara sko, hlaðborð af kræsingum Já. allt svona super spicy dót sko. Og ég fyrir bara í svona blackout-eila sko. og ég bara svona Reðst á fólk á staður Nei, ég bara svitna og ég eitthvað svona einar, ég þarf að svo bara stendi upp og ég bara lapp út og bara lapp eitthvað og hef bara eitthvað svona að reyna að jafna mig sko. Þetta er bara svona smá eins og fari eitthvað svona hitakast eða eitthvað, ég veit ekki Já. Svo bara svona kólnaði, ég var aldrei eitthvað svona hvað er ég? Ég vissi alltaf að ég var bara út að labba en ég gæti ekki setja kjur sko. Nei, mitt Ég þurfti bara að fara Vá og þá var mér bent á eitthvað, þetta gæti verið ofnæmi sko. Já, og ég þarf svo lítið sko. Já það er svo pínu lítið, þá er ég bara eitthvað Já Þannig þetta er ekki bara ég eitthvað vera gikkur hérna. Nei, það var enginn að segja það Fjölnir Hvað dengs ég Nei Það var svo mikið að sína Nei, Fjölnir minn, það var nú enginn að tala um það Fjölnir minn Já, Fjölnir minn Herðu, senast það Yes, kýlum á það Já, næstu klukkutími Herðu, jólatréð Jólatréð sem nú eru svona óminnstur hluti jólaháttíðarinnar á flestum íslenskum heimilum voru langt frá því að vera sjálfsagða hlutu fram að aldamótunum 1900 þá var jólatréð helst að finna á heimilum efnimeira fjölskyldna og voru þau yfirleitt heimagerð oft með mikilli hugkvæmni og útsjónarsemi algengustu gerðin fól í sér mjór sívolur staur sem festur var á stöðum að fót í staurin voru boraðar hólur þar sem voru settar oddmjóar stangir lengstar neðst svo styttri eftir því sem ofar dró þannig að útlínur trjáformsins myndu píramítasvindl myndu útlínur svona trjáform á endanum stangana voru kerti brætt föst og myndu þau ljósa dýrðina þá 12 kerti og til að líka eftir grænum bartrjám voru trén oft málu græn eða rauð ef efni lefði var eini eða lingi vafi utanum tréð og misliti pókar hengdir á greina þar og stundu var notast við glanspappír í stað náttúrulega greina á sumum heimilum var hengdar giltar skrautkúlur og jafnvel svo kallar englahár lagt yfir allt tréð til að auka hátíðleikann mamma vill alltaf englahár hún held að svo englahár á jólatíð Já, hvað er það? Við gerðum það, ég held sé bara eitthvað svona hár svona hvítt svona glansandi Það þrátt fyrir einfalt útlit og frumstæð efni skapaði jólatréð hlýlega og hátíðlegar stemningu sem síðan var órjúmanlega hluti í íslenskra jólahátíðar Ég verið að pæla að þið mist var svolítið cool ég veit ekki hvort að þetta sé bara svona epal hugmynd sko að búa til gömlu jólatréin aftur sko. Já, það verður skemmtilegt Eyjólfur Páls sem er epal hann er frábær maður og bara mjög skapandi hugsuður ég get alveg lofað þér því að hann væri alls ekkert á móti þessari hugmynd
Hann bara maður sem hefur gaman að gera list. Já, einmitt. Ég kynntist honum þegar ég var veislustýra fyrir hann. Getur við... Fyrst það bara frábær gaur. Frábær maður. Ég var í geðið til í svona 3, sko. Já. Getum haft hérna? Já. Gamaldags jólatrí. Já. Getum sett það í stúdíónu, það var gaman. Það var gaman, sko. Líka bara, þótt mér finnst jólatríin alltaf mjög hátileg og sætt, sko. Og svona, það er þetta bara svolítið cool, sko. Þetta var svona design, íslensk design. Já, það væri gaman. Já, einmitt. Ég fann hvað englahári er. Já. Það er hvítt gervefni úr örþunnum löngum þráðum notað sem skraut á jólatrí. Já, einmitt. En ég nota mikið núna þessa dagana málstaður. Málstaður. Já, þess að yfirfara texta sem ég skrifa. Já. Þetta er bara svona íslensku app í rauninni, bara með allt á einum stað. Yfirlestur og samantekt á skriftum, samheiti, talgreining, skjátekstun, þýðir, þú veist, eins og Google Translate bara. Já. Spurningasvörun líka, bara eins og chat GPT nema íslenskt. Heimildaleit, orðabækur og uppflettirrit. Og svo líka hægt spila netskrafl. Og netskraflið. Já, þetta er frábært app. Er þetta að leika á AI-ið? Eins og þegar við unnum tölvuna í tabli. Já, sko AI er bara stórt tungumálamódel. Það er ekkert eitthvað það mikið þenkjandi. Nei. Ég held að það tapi ennþá bara mjög mikið skák og þannig, og starffræði. Það er ekkert eitthvað eða þú veist, ChatGPT er ekki gert fyrir starffræði held ég, og nú get ég alveg verið að tala á raskatram, ég nenni ekki að læra þessi app. Þetta er í raun og veru bara leitarvél. Já, þetta er raun bara svona leitarvél sem þetta talar. Þetta er í raun og veru það, sko. Já. Sem getur búið til sögur og eitthvað svona út frá því sem hún bara leitar og finnur. Já, og myndir sem gætu alveg einslít út fyrir að vera raunverulega, þannig að þú getur ekki greint munin á milli raunveruleika eins og ímyndaða vegi heims. Já. Þann hrylling sem við erum að fara að sigla í. Hefur þessi myndbandið á apanum sem gaur sem rétturinn svona millennial egg svona, Millennium egg, já. Millennial egg sem kinderegg. Nei, þetta heitir 100 ára egg. Já. Og apinn eitthvað svona og opnar og svona rétturinn aftur og svo bara kúast hann bara. Og sorry, ef einhver er kúast við mig að gera kúnlöð þá get ég gett geðið kúnlöð. Hætti þessu. Sorry, ekki hægt að hlusta, please ekki hægt að hlusta. Buy us coffee. Nei, ég var að spá bara, er þetta AI? Is it AI? Ég bara veit það ekki. Ég er hættur að vita. Það eru svona myndbönd sko, en stundum er ég bara, ég veit ekki. Stundum eru myndbönd sem eru bara það galin marga, já, þetta er klárlega AI. En stundum er líka bara myndbönd sem eru bara allt á væmin, sem er bara svona, þetta er bara gert til þess að vekja eitthvað tilfinningar hjá fólki. Já. Þetta er líka fake, eins og það var einhver vinkonur mín sem er ofta að falla fyrir þessu núna þessa dagana. Deildi eitthvað svona, hér velja hundarnir eigenduna. Svona fullt af svona klippa á hundum að velja eigendur. Það var gervigreind. Ertu að tala bara hvolparnar sem sitja og horfa og svo... Nei, ég skal sýna mér bara eftir. Já, ok. Ég er nefnilega orðin svo hræddur að bara svona geðveikt venjuleg myndbönd eru bara orðin AI. Já, ég líka. Og maður bara átti sig hjá því, sko. En það er hryllingur að lifa við þær aðstæður. Það er svo fáránlegt. Já. Það er galið. Pælt í því. Þetta er smá bara eins og að bara vera ástfangin á tölvumannsku eða eitthvað svona. Já. Bara á ChatGPT og allir eitthvað, já, ég meina gerfi ástæð bara þing og það er bara komið til að vera og við bara sættum okkur við það. Þetta er svona þetta er jafn svona ég veit að þetta er komið. Hvað heitir það? Dystopist eða svona, já, svona Black Mirror-legt allt. Ég veit þetta er komið og það er ekki hægt að við þetta, en ég er í mótlæti við þessu og það bara er minn réttur. Já, ég meina sorry, bara AI list er fucking drast. AI myndir eru ekki list. Punktur. AI myndir eru ekki list. Þetta er ekki list, nei. En ég samt, veist, ég vil ekki vera íhaldsamur á, þú veist,
að nota þetta sem einhvers konar tól ef maður missir ekki dignityð sem listamæður ég forðast þetta eins og heitan eldin bara yfir höfuð og ég ætla að reyna að halda áfram að gera það sko í einhvers svona mótmæli en þetta er svona sem leikústi sko það held alltaf leikús sem myndi degja leið og bíó kom sko ég held sko ef eitthvað það bara leikús ennþá betra þessa dagana til þess að það er bara alvöru þú veist ég veit ekki heyrðu, ég með næsta þátt og hann dettur inn á jólunum aðfangadag það verður einn jólaleg þáttur maður heyrðu, þá get ég ekki tala íslenska nasistan djöðlin jú viltu geima hann getur lánað það gæti geimt hann ef ég finn ekki eitthvað jólalegt þá tala ég hann en ég hlýt nú að geta fundið eitthvað ég verði eiginlega að gefa þessu shoutout Shoutout allt efni sem ég notaði í þáttinn þetta er bara það sem ég fann á skiltum inn í Hellisgerði í Hafnarfirði það? Ég bara tók myndir og basically bara las af því sko las af myndunum þannig kíkið í Hellisgerði, þetta er ógeðslega flott ógeðslega jólulegt, kíkið líka Jólaþorp í Hafnarfirði ég rætti ekki spons, ég er bara stemningsmaður maður kann að vita gott Jólaþorp og gott smakk, ógeðslega mikið góðu smakki að það þeir eru ennþá að jafna sig á heimsók Fjölnis gali gott súkkulaði, heita súkkulaði hjá Brygg hjá Brygg veldig góðan dag bara þegar bara logn hlýtt úti og klæðið ykkur vel samt skottisnir í Hafnarfjörð pillunar ykkar skottisnir í Hafnarfjörð fáðu ykkur smakk kíkið í Hellisgerði og veist það bara eru krakkar að stjórna umferðinu þetta er alveg gaman gerið það, heyrðu forlagið, tjekkja forlaginu hlaðvarp er kóðinn sem þið getur notað til þess að kaupa bókina Staðreyndirnar á 50% afslátti og það er bara mjög góð bók bara ég hef lesið hana, ég mæli með henni þetta er bara góð bók til þess að gefa vinum og jafnvel ættingum hlaðvarp nema ekki með ói enga komur og ekki í staðin fyrir eð og hlaðvarp elskurnar, takk fyrir að hlusta, takk fyrir að allir sem hafa sko eitt bara tjönga líf ykkar í að hlusta á okkur takk fyrir eru þið galin? Nei, þeir eru frábær hvað er það ykkur? Nei, frábær, bara takk kærlega fyrir að fylgja okkur öll þessi ár það er bara mjög meir sko. blessun, maður verður meir ég fæ svona, hendum ég í live þátt það fyrir að koma því verðum að gera það í Borgó, það er svo gaman í Borgó það er bara svo mikið að gera það ég fór á fund og ég var bara ég er alltaf upptíkin og ég er eitthvað þau var að blokka þig, kokkblokka þig þau eru að kokkblokka mig skrifstofan borgarleikusins er að kokkblokka mig Nei, við getum gert eitthvað eftir áramót þá fyrir að hægjast á frumsýni Galdrakallin Jósi í lok janúar þá fæ ég aðeins lausari tíma ég er að frumsýna Carmen í byrjun feb þar ég fæ að leika mig fullan allan tíma þar þannig að ég ætla að reyna mitt besta ég veit að ég var ekki mjög góður þessu þætti fullur en býði bara bóka fund með Kötlu Margrét ándjóks eða bara horfa á er ekki börn, nei í hvað mynd var hún ógeðslega vel full Órói það var Órói já, einmitt sem þú leggst í sem ég legg í, sem unglingur einmitt, það var að horfa á það aftur ég man ég sá þetta atrið með henni og ég bara holy moly maður, er hún í alvörinu drukkin? Hún er geggjuð sko, hún er frábær leikona og frábær manneskja líka, ég dýrka Kötlu hún er geggjuð heyrðu, alright hún hlusta ekki núna, þetta er smá creepy líka hún hlustar ekki, ok, þetta er allt í lagi hún veit ekki þetta hún veit ekki Rósan já, takk fyrir mig ok Adventist maður nautakjöt nei, fiskur nei, magringur já, ok já, ok